Sko, ég náði ekki eiginlega að kveðja hana Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur svona hérna í myndverinu en við kvöddumst innilega bak við tjöldin og hún varð að fara því að og það, vegna tækniörðuleika þá náðum við ekki ég náði ekki að fara á Zoom með föður mínum og við náðum ekki að kalla til miðil og fá pappa hennar hérna að borðinu svona búa til andaborð þannig að við ætlum að bara halda þessari tilraun áfram en mér langar bara að þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgja okkur þetta var svolítið persónulegt spjall og þannig að núna sem sagt okkar viðtali búið og ég komin hérna inn í annað viðtal Já, og miðlar boltan yfir á Björn einmitt, bara kyndillinn frá þér yfir til mín en við kannski sjáum aðeins í þig á eftir því þú ætlar eitthvað að hjálpa okkur hérna með einhverja hluti við rauðaborðið það ekki en þakka þér fyrir Oddný og það var gaman að hitta hana Sillu og það var skemmtilegt spjall ykkar Þú kom með mjög góða menn hérna ykkar á millum, ég kom með hérna það er að rífa sig í burtu bara einmitt, ég kom með góða menn og yfirskrift næsta erindis komið sæl og blessuð aftur kæru áhorfendur og hlustendur þið losnaðu við mig fyrir 2 klukkustundum en ég kom inn aftur, við komum alltaf aftur og aftur var ekki Martin Móstal sem að boðaði það og ég er búin að vera hér síðan klukkan 7 í morgun og verði eitthvað lengur fram eftir í kvöld og svo í fyrramálið kem ég aftur klukkan 7 og við ætlum að vera hér í þessari marathon útsendingu allt mögulega fram að miðnætti annað kvöld, við ætlum að vera að í alla nótt og ég vona að þið verðið bara þeir sem að hafið heilsu og tíma þið haldið áfram að fylgjast með okkur en næsti kafli hjá okkur hér við rauðaborðið á samstöðinni í þessari marathon útsendingu hann ber yfirskriftina er heimurinn að fara til helvítis og með því er vísa til Viðsjár sem er sannarlega á stjórnmálasviðinu á alþjóðavísu við ætlum að ræða vald í ákveðnum skilningi og straumana sem eru í heiminum og 2 mjög góðir gestir komnir hingað að rauðaborðinu til þess að ræða þetta með mér annar er Einar Gunnar Einarsson þú ert tiltölulega nýfluttur frá New York til Íslands vertu velkomin, þú ert leikari að mennta ekki satt? Já, jú, það má segja það ég iðkaði margt í gegnum árin síðustu 15 árin er ég búinn að starfa sem leikari Einmitt og nú hinn gesturinn er allavega þeim sem horfa á Kiljuna reglulega að góðu kunnur Þorgeir Tryggvason, þú sagði mér það væri kannski ákveðin vandi að titla þig Já, ég er bara svona algjör guttlari og 1000 þjala fiktari sko, ég fæst aðeins við tónlist dagvinnan mín er á auglýsingastofu ég skrifa leiklist í Morgunblaðið ég syngi kirkjukór ég meina, svona er þetta bara Já Ég var í auglýsingabransanum í gamla daga. Nú, já. Já, við varum á góðu fólki þegar það var og hét hérna í byrjun, Óla Stef og öllum þessum, sko. Áðurinn ég flutt út. Þannig að ég geti kannski byrjað á því að spyrja ykkur hvað ykkur finnst slagorðið Make America Great Again? Hörðu það bara að Já, það virðist allavega að virka. Það virðist allavega að virka. Það liggur alveg fyrir. Já. En sem sagt, þótt við séum á léttum nótum og þannig bara komin á ákveðin svefngalsi í mig, ég skal nú viðurkenna það, en þótt við séum á léttum nótum upphafi þá er svo sem þessi yfirskriftir heimurinn að fara til helvítis, það eru ansi margir sem að spyrja sig þeirra spurningar þessa dagana og mér finnst fengur í því að fá þig nýkominn frá New York og Toggi, við ætlum að ræða Shakespeare, reyna að tróða honum inn í samtíman, en fyrst langar mig aðeins til þess að fá að kynnast ykkur sem persónum pínluti betur, svo við vitum úr hvaða áttið eru að tala. Þú ert sem sagt auglýsingateiknari. Já, ég fór til náms í auglýsingateiknun. Já. Það var 1986. 1986. Og við komum ekkert heim aftur af því að maður komst í vinnu og þetta vatt allt ofan á sig einhvern veginn, sko. Ertu búin að vera svona lengi í Bandaríkjunum? Ég er búin að vera rétt af 40 ár. Það er ekkert annað? Nei. Og hvernig eru þau Bandaríki sem að þú horfir á í dag með þau Bandaríki sem þú heimsóttir? Þau eru dálítið öðruvísi. Er það ekki? Jú, en samt ekki. Nei. Vegna þess að ég er þeirra skoðunar og ég held að margir fréttaskýrendur sem eru mér klárar eða margt hafa komist þessari niðurstöðu, sko, að allt það sem við eigum við að eta í Bandaríkjunum í dag
var þarna allt í bakgrunnunum. Hlutföllin hafa bara breyst kannski. Nei, það bara vantaði einhvern til að framkalla það. Var það? Það vantaði bara einhvern nógu geggjaðan til þess að koma og framkalla reiðina, ílskuna, vonbrigðin, allt þetta og þannig að þetta var bara spurning tímasetningu að mínu viti sko. En nú sko hefur maður alltaf heyrt checks and balances Já. að þetta ríki ekki geta einmitt komið í veg fyrir það sem þetta ríki sem átti að sjá til þess að lýðræði stæði meðan lýðræði fjall allstaðar í heiminum á myndi Bandaríkin sko ég er orðlaus veistu það, ég prentaði lista þetta úr Axios, ég veit ekki hvort að þið lesið Axios. Nei, komdu með þetta. Það er frétt að veita. Þessi listi var birtur í gær hvað Trump hefur komist upp með. Og arftaki hans á eftir að komast upp með, hvort sem hann er demokrati eða republikani. Það er það sem mikið republikanir fatt ekki, sko, er það að þegar að skólinn er á hinum fætinum, sko. Það er hann getur takmarkað hversu mikið af leyniþjónustu upplýsingum þingmenn fá af því að það er alltaf verið að leka öllu sko. Hann getur tekið að sér völd þingsins til að setja á tolla með því að einu saman að segja þetta er neyðarástand. Já. Hann getur hann getur búið til neyðarástand úr engu. Já, hann bara segir hann neyðarástand. Það þarf ekki að vera. Í hans huga er það eða bara hann segir það og fólkið sem hefur trú á honum trúir því og það er alveg endið neyðarástand. Það þarf ekki að tolla sko. Þó svo að komi niður á hækkandi verði í byggingu húsa og fleira. Ég meina til dæmis mér skilst að bygginga á húsnæði hafi dalað töluvert undanfærið vegna þess að hráefnið hefur hækkað svo í verði sko. Ef ég má halda áfram með þú bara stoppa mig ef þetta er á langt sko. Þetta er áhugavert. Hann getur stöðað fjárveitingar þingsins. Þingið hefur tilskipun þá eða? Já, þingið hefur pingjur það. Þannig skiptist löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið. Hann getur bara sagt, nei, ég ætla ekki að splæsa í þetta. Sko. Það er bara, þið bara viljum nota spyrir. Menna það var nú það sem að Elon Musk var settur í að gera, að stúta öllu, sko. Hann getur ráðið og rekið fólk eftir að eigin geðþótt þó það sé lögum samkvæmt í embætti. Og nú heldur betur búin að sýna það nú þegar. Jú. Hann má taka við $200 million flugvélum í gjöf á þess að nokkur segi eitt eða nokkur skapaðan hlut, sko. Og þetta er nú það sem það fer mest í taugarnar mér, sko. Hann má græða á embættinu. Hann má græða á embættinu. Þýðir það einfaldlega, og þetta er raunvitnið þetta að þetta er í gangi, sko. Hann getur búið til nýjan gjaldeyri og leikir sér að slíku og já, eins og ég segi, grætt á þessu sem hann gerir á tá og fingri, sko. Hann leikur sér að með verðbréfamarkaðinn og þar fram eftir göttunum, sko. Hann getur látið dómsmálaráðherra sagt honum að heyrðu, ég vil að þú annarkvort kallir þennan inn á teppið og skammir hann fyrir að hafa sagt eitthvað eða gert eitthvað eða bara bókstaflega sækir hann til saka og setur hann í 20.000, sko. Og hann getur refsað fjölmiðlafyrirtækjum, fjölmiðlum sem sagt. Hann náttúrulega hótar blaðamönnum og bara kemur fram við á þannig að þeim stafar verulega ógnar. Það er reynilega þannig. Og lögfræðifyrirtækjum og háskólum sem er náttúrulega stórhættulegt út af fyrir sig. Og hann getur bara eins, og hann langar til náða bara hvernig og hvað dusselmenni sem er. Fólk getur bara að fara þeir sem að borga í kosningasjóðuna þeir geta fengið náðast. Já, þeir þurfi ekki að hafa gert það. Þetta er bara eins og hvað getur þetta í gamla daga hjá páfanum? Já, aflátsbréf. Aflátsbréf.
hann bara nánast bara selur aflátsbréf. En segðu mér eitt, af hverju fylgjans ekki hrunið niður í ekki neitt? Hann nú bara ennþá með töluvert fylgi. Þetta góð spurning. Ég hef ekki eitt neitt svar við þessu, sko. Ég held bara að fólkið sem kaus hann, það hefur ennþá trú á því að hann eftir að gera gott. Hvað sem hann ger. Það ánægt með Ég lýsi þessu í gamla daga þegar 2016 þegar hann kom fyrst á sjónarsviði, sko. Að ég sagði auðvitað líkar þeim við Trump þessu hennum vinnandi manni vegna þess að hann eins og gaurinn sem var á barnöfu sem búinn að fá svona komin á 5. bjór, sko, og svo ég veit sko alveg hvernig að laga þetta, sko, við bara gerum þetta og svona og svo bara búm og allir, já, þetta rétt hjá þeim maður. Já. Og svo verðum við líka bara að benda á það að það hefur orðið ákveðin hnignun innan kerfisins og hann talar inn í ákveðna hnignun. Það eins og bara í þessu landi þá eru allir að tala að stofnanir ríkisins virki ekki eins vel og þær gerðu fyrir einhverjum áratugum og fyrir einhverjum tíma. Þannig að andrúmið sannarlega fyrir fólk af þessari gerð. Þú náttúrulega spurðir hérna áðan, sko, slagorðið Make America Great Again, hvort það verið gott eða vont og það augljóslega gott af því að það virkar. En ástæðan fyrir því að það virkar, dettur mér allt í einu hug, þema þessa klukkutíma. Það tilfinningin fyrir því að allt sé að fara til helvítis. Og að því að það djúpstæð tilfinning mjög margra allt rófið að allt sé að fara til helvítis. Akkurat, vegna þess að í lífshættunni grípum við til annara meðala en ella, ekki satt. Ef okkur líður þannig. Einmitt. Þetta reyndar mjög áhugavert sjónarhorn. Tóki, þú þú sagði mér að þú hefur verið að velta fyrir þér Shakespeare. Já, ég velti nú bara helst aldrei neinu öðru fyrir mér. Sem bara... Þegar ég hef ekkert annað að gera, þá hugsa ég Shakespeare. Það frábær leið til að lifa lífinu. Eða lesa hann, sko. En geturðu hnoðað Shakespeare og hans pælingum eða þínum pælingum hvernig Shakespeare fjallar vald að einhverju leiti inn í okkar umræðu hér? Já, held ég hljóta að vera. Sko, Shakespeare hann algjörlega hugfanginn af valdi. Já. Og allt sem gerist í þeim leikritum Shakespeare sem fjalla vald blasir við hvað það ótrúlega viðkvæmt. Hvað það þarf ekki nema að blása á það til að allt verði. Það þarf, stundum þarf bara að drepa einhvern einn mann. Stundum þarf ekki einu sinni að gera það. Stundum þarf bara að segja, þú þarna, réttu mér kórnuna þína. Og þá færist valdið til. Og náttúrulega hans svona, hann oftast að fjalla vald í skilningi þjóðhöfðingja, konungs, hertoga. Það bara, ég held að það séu sko af þeim leikritum sem hann bara fjallum það sem það skiptir máli, held ég bara 2 leikrit sem gerast í ríkjum sem einhvers konar lýðræðisríki. Og þau 2 leikrit, þau fjalla bæði peninga. Sem sennilega ekki tilviljun af því að þá valdið þar en oftast eru þetta konungar eða mögulega eins og leikriti sem kannski svona nærtækast að tala það ógnin sem stafar því að einhver ætla að fara að taka sér alræðisvald sem Júlíus Sesar. Og auðvitað þegar við talum Shakespeare og þá náttúrulega þarf að hafa í huga að hann samdi aldrei neitt. Það að segja hann samdi leikrit úr efni sem var til af sögulegum upp úr sögulegum heimildum, upp úr skáldsögum og náttúrulega leikritan sem Júlíus Sesar bara úr sagfræðinni. Hann sá bara að púsla þessu saman. Hann bara formaði þetta og orðaði það betur heldur en nokkur hefur gert áður. Og ég vil síðar. Já, og náttúrulega við getum alveg haft það í huga að 2017 þá fór upp á svið í Shakespeare in the Park í New York uppfærsla á Júlíus Sesar. Þar sem Júlíus Sesar var klárlega Donald Trump. Og það var alveg feikilegur upp á fótur og fytu og mönnum fannst verið að segja með því það réttlætanlegt að ráða mann af
dögum ef hann virðist ætla að fara að taka sér of mikið vald, því að þannig staðan þegar að leikriti gerist. Já. En Shakespeare alltaf, sko, hann aldrei svona einfaldur, hann alltaf svo margfaldur í roðinu að því að hann bara svo nálægt raunveruleikanum. Já. Leikritið Júlíus Sesar leikrit það hvað gerist þegar búið að ráða mannin sem virðist alltaf að fara að taka alræðisvald af dögum. Það fer allt til helvítis. Leikritið ekki harðstjóra. Nei. Leikritið velviljaða menn sem að halda að það sé það besta fyrir ríkið þeirra að fjarlægja þessa einu ógn og þá verði allt great again. En það nú eitthvað annað. Það fer allt í steik og það brýst út borgarastyrjöld sem endar í keisaraveldinu, endar á því að Ágústus tekur völdin og því haldið lengi áfram að láta líta þannig út að það sé lýðveldi, það sé bara neyðarástand og það þurfi að vera einhver eitt sterkur sem að heldur utanum þetta. Það það sem gerðist. Og þetta neyðarástand hélt síðan áfram í margar aldir. Já. Þetta frískandi sjónarhorn, finnst þér það ekki? Jú, vissulega. En sko, já, ég kannist við þessa, sko, í ljósi þeirra breytinga sem að við höfum séð á svo mörgum sviðum, á skala sem að ég næ ekki einu sinni utanum. Líður ykkur sjálfum eins og þið séuð einhvern veginn á þeytingi að reyna að rata í tilveru sem svo gjörbreytt frá þeirri sem hafði staðið í stað áratugum saman að þið verði bara hálf ringlaðir eða? Því að mér líður þannig og ég alltaf að skipta um viðhorf og sjónarhorn og stundum inn í miðju viðtali, ég bara taka langt viðtali hérna og allt í hennu bara í miðju viðtali fer ég að sjá alla hluti svolítið öðruvís en ég hef gert. Þannig að ég virðist vera mjög næmur fyrir þessum kúvendingum sem að sko, þú veist, það Putin og það Evrópufriðurinn sem í hættu. Það alls konar nýjar hugmyndir hvernig við ráðstafa okkur peningum ef við bara vígvæða Evrópu hvað í gangi? Það það sem að gerast í Bandaríkjunum. Það eru nágrannar okkar grænlendingar sem að manni leið eins og gætu bara verið að missa ein fósturjörð og svo koma krakkarnir til manns og þeir segja, pappi, er þetta svona og ég bara labba inn í herbergi og segi ekki neitt. Nei, það skiljanlegt. Það mjög freistandi bæði að segja ekki neitt og hreinlega hlusta ekki að bara slökkva á fréttunum, sko, bara loka fyrir strauminn að því að maður náttúrulega sko, ég myndi ekki endilega lýsa því að maður verði ringlaður, heldur verður maður einhvern veginn frekar svona meðvitaður algjört áhrifaleysi. Já, mjög sterkt. Að það ansi stór, manni finnst stórir flekar á hreyfingu í heiminum og langt frá manni og við erum alltaf einhvern veginn að heimta einhver afgerandi viðbröð frá okkar eigin stjórnvöldum en þau eru bara að horfa á þessa fleka líka. Og þú varst jafn lítið hrifin og ég sá á Facebook daginn þegar Þorgerður Katrín lýsti því yfir utanríkisráðherra vor að henni fyndist Donald Trump heillandi manneskja. Já. Veistu það? Karlanskotin getur verið helvíti heillandi. Sko. Hann getur verið það ef hann vil. En verðum maður þá ekki bara eins og Toggi sagði á Facebook, verðum maður ekki bara að halda því út af fyrir sig, sérstaklega þegar maður utanríkisráðherra þjóðar. Já, en sjáðu til, ég held að þetta sé bara partur af leikplani NATO og Evrópubandalagsins, sko. Það að smjara nógu mikið fyrir honum. Af hverju? Sleikja, bara til þess að hafa hann ánægðan, sko. Það líta á hann sem raunverulega meiri ógn en Putin. Meiri ógnin Putin í hvaða leyti? Vegna þess að sko ég skil ekki akkur þetta smjadra fyrir Trump þegar ef það kostar það að í stað þess að peningar Evrópuríkja fari raunverulega í fólkið, veikt fólk, félagslega kerfi, umhverfismál og fleira mikilvægt og það fari í einhvern mögulega ímyndaðan óvinn eða einhvern hernað sem þú veist ekkert hvort raunverulega bætir stöðu þíns ríkis eða ekki. Það liggur hundur grafin, sko. Putin ennþá til staðar.
sko. Það þarf varnarbandalag gegn Pútín. Það sterkara með Bandaríkin þannig að án þeirra svo fremur sem Bandaríkin taka þátt í því peningarlega og síðan með herafla. Þannig að hérna, það þarf að hafa hann með. Og það eru bara allir búinir loksins að fatta þetta. Við þurfum bara að vera alltaf að vera hrósunum og hann svo klár og duglegur og gerir góða hluti Sumir segja að það hafi verið gameplan hjá Þorgeiri Katrínu að hrósunum, hann myndi sjá það mögulega það kemur mér ekki á óvart en hitt kemur mér ekki á óvart heldur sko. En það er nú pólitík sko. Já. Og svo náttúrulega jafnvel þó að þetta hafi slegið mig illa það sem hún sagði að lýsa Donald Trump sem heillandi og finnast það vera það eina sem maður ætlar að segja hann en svo náttúrulega ef maður fer að rýna í það sem hún sagði þá sagði hún, hann er nú heillandi kallinn, hann má eiga það það þýðir svolítið annað það, ef maður skoðar það þýðir svolítið, hann hefur ekkert annað hann má eiga það, gefur það í skinn að hérna já, kannski, en mér varst hún líka á einhverjum stað verja ummæli sín með einhverju orðalagi sem að benti til þess að kannski en þetta skiptir nú kannski ekki öllum máli í stóra samhenginu en sko, mig langar til þess að spyrja þig núna Einar út í sko fjölmiðla eitt af þemum okkar í þessari umræðu, þessari maraþonumræðu samstöðurinnar er fjölmiðlun og það er bara staðreynd að stöðin svo samstöðin getur vel fallið og hætt starfsemi nema að það komi aðeins meiri stuðningur og það hefur bara verið þannig með flesta fjölmiðla að hvorki almenningur né ríki er yfirleitt að setja meiri pening í fjölmiðluna, það er svona frekar minna og það máli veltaði fyrir sér hér á landi hvort það er stutt í þá sviðsmynd að við erum annars vegar með einn einkarekinn fjölmiðil í eigu útgerðarinnar, stór útgerðarinnar sem væntanlega er þá bæjast í samræmi við það og svo með ríkisútvarpið og allt hitt er bara farið. En ég ætla að fara til Bandaríkjanna og ég ætla að spyrja þig út í bandaríska fjölmiðlun. Er það rétt sem að maður stundum heyrir Bandaríkjamenn segja að hins svokallaða mainstreams media eða mainstreams fjölmiðlun í Bandaríkjunum að það sé bara ekki lengur neitt að marka það sem þar segir og að sem sagt ris Trump megi að mjög miklu leyti skýra með því að fjölmiðlun sé ónýtt. Já, ég held að eina leiðin fyrir mig til að svara þessu skikkanlega væri að ef ég væri í fjölmiðlun og vissi hvað væri að gerast en mín tilfinning er svo að nei, það sé ekki málið sko. Ég segi það ekki að það hefði eitthvað harðnað á dalnum hjá þeim sko en ég held ekki, nei. Hér hafa íslenski fagmenn verið að ræða framtíð íslenskra fjölmiðlun og þeir vilja jafnvel meina það sko að hlutdrægni og það að vera einhverju liði, það sé skásta leiðin. Þá færðu einhver pening úr einhver ákveðina átt og getur þá líka unnið einhverja góða blaðamennsku með skakkri blaðamennsku. Já, en málið er náttúrulega það er náttúrulega peningar eru af illu komnir. Það þarf peningar til þess að reka þetta allt saman. Svo það er skiljalegt. Að fólk falli í þá gildur en hlutverk fjölmiðla er að fræða fólk á eins og þú sagðir unbiased hátt sko. Fannst Shakespeare peningar runnir af hennu illa? Já. Nei, það held ég nú ekki. Hann einhvern veginn hann er alltaf það orkar ævinlega allt tvímælis. Stóra peningaleikrit Shakespeares er Kaupmaður í Feneyjum og það er samfélag sem gengur algjörlega fyrir peningum. Það er maður sem er að fara að biðja sér konu vegna að hún er rík, hann fær lánað fullt af peningum hjá vini sínum til þess að berast nóg mikil á að þegar hann fer í þessa bónorsför og vinur hans fær þessar peninga lánaða og það eins og hjá gyðingi sem á harma að hefna í samfélagi kristina og það fer nú allt saman eins og það fer en það er náttúrulega einkenni á þessu leikriti sem er eitt af hans allra mögnuðustu að þar eru nánast allar persónurnar ógeðfelldar
það er engin sjarmerandi persóna í Kaupmanninum í Feni og það er allt drifið áfram af peningum. Já. En peningar koma ekkert mikið við sögu í flestum af þessum svona stærri leikritum sem fjallar svona um valdafólk og valdaskipti og svo náttúrulega bara ástríður og hjarta mannsins. Sko. Já. En við byrðum að spá Einar, sko við sáum Trump núna á síðara kjörtímabili hans bara valdamestu og ríkustu gæjar heims, þeir röðu sér bara upp hliðina á honum en hann aðeins var það kvarnast úr. Heldur að þessi hópur muni kannski eyða sjálfum sér með einhverjum hætti? Eyða sér? Já, sko þegar samstæða rofnar hjá þeim að þá Já, hópurinn muni eyða sér. Já, hópurinn muni eyða sér innanfrá. Það kemur ekkert óvart að svona að í lokina þá verður menn búin að fá svona Trump-þreytu, sko. Já. Og þeir sjá fram á að þetta sé kannski ekki alveg hrossin sem þeir hefðu átt að veðja á. Og svo náttúrulega er ekkert vita hvað tekur við að honum loknum, sko, verður það Vance eða á eftir að vera hálfskefla demókrötur sem tekur við og ég meina það var sósíalískur demókrati sem vann forkostningar í borgarstjórnarkosningunum í New York núna í vikunni. Já. Mamandami ef ég man rétt hvað hann heitir og flokkast það undir stór tíðindi? Sósíaldemókrati? Nei, sko sósíalískur eins og þú segir með áherslu á. Já, það myndi flokkast undir stór tíðindi. Demókrati ekki svo mikið, sósíaldemókrati, svona Bernie gæi, sko. Nei, en svo náttúrulega maðurinn Múhameðstrúar, þannig að hatur og Múhameðstrúar fólki hefur risið skyndilega. En Wall Street skelfur á njánum ef hann er forseti vegna þess að hann er að segja já, við verðum að stoppa leiguhækkanir, við verðum að gefa fólki sem er heimilislaust miklu betri kjör, við verðum að hjálpa, sko. Þannig að þeim er ekki alveg saman mann. Nei. En manni finnst svona að því að fylgjast með svona fólkinu í kringum Trump, að það er þarna fólk með svona bara ólíka stefnuskrá. Það er að elta Trump af mismunandi ástæðum. Já. Og þegar að hann einhvern veginn hverfur eða víkur, hvernig sem það mun gerast og ef að sko hvert stefnir síðan hvað af þeim valdablokkum verður sko getur gripið einhvern veginn völdin, sko. Eru það einangrunarsinnarnir, eru það stríðshaukarnir, eru það kristnu íhaldsmennirnir sem er alltaf jafn furðulegt að skuli elta þennan siðlausa og guðlausa mann. Já. Hver verður það sem að einhvern veginn nær að nýta sér þetta? Einmitt. Þú kallar hann siðlausan og guðlausan mann sem ég ætla ekki að anda af þeirri lýsingu. Stundum hér við rauðaborðið erum við að tala um að sko hér hafi líka orðið hnignun. Þá meina ég í íslenska þjóðfélaginu. Okkur finnst stundum eins og umræða dygðir og siðferði sé minni og kannski grunar okkur í skólakerfinu sé minna plássi varið, minni tíma varið í einhverja svona heimspekilegar pælingar heldur en var áður og maður svo sem tekur eftir því að yngri kynslóðir eru svona mjög efnismiðaðar. Það getur vel verið að það sé vegna þess núna að til dæmis ég á 17 ára strák og hann bara spyr hvernig fer ég að ég eignast húsnæði í þessu landi? Og það er ekkert gott svar við því, þannig að kannski er sko, ef við erum að tala um meiri efnishyggju núna en áður, þá er kannski bara vegna þess að það er meiri skortur, það er mikilvægara umræðuefni. En er eitthvað sem bendir til þess, til dæmis í bandaríska skólakerfinu, að þar hafi orðið einhver þróun sem að leiði til þess að gildi okkar breytast og við förum frekar að fylgja scumbags eins og Trump? Já, það er þetta DEI-dæmi, ég man ekki hvað þetta diversity, equality, inclusion eða eitthvað svoleiðis stendur þetta fyrir, sko, sem var allt í einu innleitt í öllum skólum, sérstaklega háskólum, sko, og var eitt af því fyrsta sem að Trump lét slá út og ef þú gerði það ekki þá varstu bara í vondumálu, þá bara bankaði dómsmálaráðherra upp hjá þér af því að hann má það núna.
þannig að sú breyting hefur átt sér stað, þetta var breyting til batnaðar, þessi svokallaða woke stefna sem þetta var til þess að þetta ég ekki mikill fagnandi woke stefnunar, ég skil þetta allt saman og það saman en og mér finnst þetta gengur allt aðeins og langt fannst mér en þannig bara þróun mála, þau ganga á langt í byrjun og svo koma það aðeins tilbaka og finna einhvert jafnvægi sem allir geta sem allir geta búið við sko. en þannig að þetta væri stærsta breytingi sem hefur gerst í skólakerfinu að það má ekki tala sem sagt, já það eru það eru bókabönn. Já. Það eru svo kvöldu school boards sem að ráða öll í ákveðnum sýslum og fleira. Já. Hver rekur skólana, hvernig skólanir eru reknir. Þessi, nei, það má ekki kenna Catcher in the Rye, sko, eða To Kill a Mockingbird eða neitt sem að hampar svörtu fólki eða þeim sem að minna mega sín eða guð má vita hvað sko. Þannig að það svona þessi ritskoðun í gangi í sérstaklega þá náttúrulega í suður og í suðurríkjunum já. En ég sko líka velta fyrir mér hvort einhver svona fundamental breyting hefur orðið á námskrá eða eitthvað svoleiðis sem leiðir til þess að foringi eins og Trump valinn ekki bara einu sem heldur tvisvar samanber það sem að mér hefur fundist vera hér á Íslandi að mér hefur fundist bara umræðan mér finnst hún bara, hún flatari hún efnismiðari, við ekki finnst mér að ræða heimspekileg málefni sem skildi og mér dettur í huga að skólinn sé svolítið blankur þar og flest skólastig? Nei, ég tel að aðaldrifjöður þessa fólk sem að kýs Trump aftur og aftur að vera frelsað af Jesús. Já. Hvað segir þú þetta? Mér í aðdraganda þess að Júlíus Sesar drepinn í leikriti Shakespeares þá sjáum við hann horfa á foringja samsærismannana Brutus og Cassius og hann segir Cassius við félaga sinn við líst ekki á þennan Cassius hann les svo mikið ég treysti ekki mönnum sem les svo mikið sko ég veit ekki sko ég sjálfur með heimspeki bakgrunn ég lærið heimspeki í háskóla og mér finnst þið stundum tala hana eins og hún muni einhvern veginn bjarga okkur ég hef enga trú á því nema að svo miklu leyti sem hún kennir okkur að hugleiða, kennir okkur að velta fyrir okkur hlutunum en það og hún beggja handa járn sko. það eru kröftugir og djúpstæðir hugsuðir sem að leiða menn á götur sem að við viljum ekki endilega leiða fólk á. Já. En ertu svona með einhverja frasa, eitthvað mannamál það hvað gæti skýrt þennan dekadens sem að mér finnst við mörg hver upplifa bæði innanlands og utan? Nei, ég get nú ekki sagt það mér, en ég finn alveg fyrir þessu. Stundum finnst mér þetta bara að vera þreyta. Það sé bara svona einhvern veginn, bara holskeflan af upplýsingum, það endalaust að koma til okkar sendiboðar með vondar fréttir og það alveg freistandi að hætta að hugsa þetta og fara bara einhvern veginn að einbeita sér að sér og reyna að ná þó einhverjum tökum á eigin lífi og þá mögulega, það bæði stutt náttúrulega í því að verða bara ákaflega andlegur og bara svona einhvern veginn snúa baki við heiminum. Já. En líka náttúrulega bara reyna að hasla sér völl í honum með bara öllum tiltækum ráðum. Já. Sko, það einmitt góð pæling með tæknibreytingarnar, hverju það hafa breytt í manns eigin fari og hvort það auðveldar að bæða ná sálum
og hvort við erum hræddari og óöruggari og leitum meira í einmitt svona gjallarhott, svona appelsínugulagan kall sem bara stór og hræðir okkur og allt fyrir til helvítis ef við ekki veljið mig. Það við erum kannski ekkert að velta fyrir okkur þessum tæknibreytingum sem skildi og svo veit maður ekki heldur eins og með COVID að ég var að sjá einhverja nýja skýrslu það að íslensk börn hafi verið beitt meira ofbeldi núna inn á heimilunum eftir COVID. Þar lagði svona leyndarhjúpur yfir líf og sannarlega eru mjög mörg börn og ungmenni ekkert rosalega félagslega sterk. Það ekkert á hverjum degi sem maður hittir 16-17 ára krakka og maður svona bara spjallar við í sveitinni í gamla daga, sæll og blessaði, hvað heitir þú? Og það bara spurt á móti og það einhver áhugi. En ég náttúrulega bara einhver mýveskur kall á 70-aldri og kannski fann að hljóma eins og rispu plata. En ég er að henda þessu borðið sko, bara svona í því skyni að við reynum kannski að hjálpa hvert öðru að finna einhverja mögulega orsaka valda ef rétt að heimurinn sé nærði að fara til helvítis. Já, nærði en áður. Já. Ég veit ekki hvort það sé einhver einn orsakavaldur sko. Nei. En ef ég ætla að vera mjög einfaldur í svari þá það af því að fólk gerir ekki neitt. Það bara lætur þetta yfir sig ganga og finnst þetta bara fínt. Já. Það líka þessi tilfinning þetta að af því að heimurinn einhvern veginn allur í hend okkar. Hann er bara í símtólinu. Við höfum aðgang að öllum upplýsingum, aðgang að öllum fréttum, hversu ófullkomnar sem að fréttaveiturnar eru orðnar. Við höfum tilfinningu fyrir því að við vitum allt sem er að gerast. Og við fáum svo mikið af fréttum af stórum hlutum sem að geta haft viðtæk áhrif. Það gerast allar langt í burtu, við höfum engin áhrif, við erum einhvern veginn ekki þess umkomin að verða gerendur í okkar lífi. Það einhvern veginn tilfinningin og til hvers þá að rækta garðinn sinn ef að allt sem er að gerast er svo fjarri. Af því að þú ert bókmenntagagnrýnandi, hafa íslensku skáldin verið að skrifa mikið þetta undanfarið? Já, mér finnst það nú að skrifa, þau eru svona að reyna að skoða bæði þessa tilfinningu að ráða ekki yfir því sem er að gerast og bara velta fyrir sér svona stöðunni það var alltaf mikið talað bók skáldsögur sem kom út í fyrra sem heitir Breiðþotur sem svona gerist í nánustu framtíð og er að reyna svona niðurbrot lýðræðisins, inngöngu fasismans í samhengi við hamfarahlýnun. Og ansi mögnu bók og full af svona mjög áhugaverðum hugmyndum af því hvað gæti verið framundan. Og það eru fleiri að prófa þetta og svona á ýmsum sviðum sko, það allir einhvern veginn að reyna að ná tökum á því hvernig virkar tæknin í heiminum, hvernig virkar hún á okkur. Merking hennar Fríðu Ísberg sem er að svona fara sigurförum heiminn núna leið ef við náum tökum á því að prófa að skima fyrir siðblindu. Hvað áhrif hefur það á samfélagið og það er eins og venjulega það er hugmynd sem hljómar eins og frábær hugmynd en kannski er það ekki frábær hugmynd. Eru þetta alþjóðleg trend þessa bækur sem þú nefnir? Já, það myndi ég halda sko, en svo náttúrulega eru allir menn alltaf að skrifa það sama, menn að skrifa hjarta mannsins og náin samskipti en líka þessi stóru öfl sem eru að verki. Stefnan postmodernismi, hún löngu dauð í svona ákveðnu skilningi? Það er aldrei neitt. Nei. Ég meina, var það einhvern tímann stefna? Ég veit það. En er ekki meiri merking, meiri þungi komin, meira erindi, er ekki svona afstæðishyggjan, er hún ekki svolítið að tapa vopnum sínum núna? Nei, aldrei ekki.
Ég held að hérna, það sé einhvern veginn, þetta svolítið eins og með valdið, sko. Það virðist vera svo sterkt, en það þarf ekki nema einhver hrifsi af þér kórununa og þá valdið flutt. Þannig að þegar einu sinni búið að draga fullkomlega í efa að neitt hafi neina fullkomna merkingu, þá hefur það hann ekki lengur. Já. Þá þarf þannig að þá svo hugmynd komin út, sko. Ég meina, enginn hefur skrifað betur þetta, þennan, hvað hugmyndir eru hættulegar heldur en Andri Snær Magnason. Að bara leiðu hugmyndin komin út í heiminn, þá verður hún ekki fönguð aftur, þá mun hún bara fara eins og það ekki til neinn sýklalyf sem stoppa hugmyndir og það ekkert til sem heitir góð eða vond hugmynd. Kjarnorka, leið og við vissum að þarna væri orka sem við gætum leyst úr læðingi á einhvern hátt, þá var það ekkert aftur snúið, það var ekki hægt að loka þessa hugmynd niður í einhverju boksi, hún hlaut bara að hafa sinn framgang til góðs og íls. Það var hægt að framleiða orku sem að knýr bara lífsgæði milljóna, en það líka hægt að þurrka þessar sömu milljónur út á 1 sekúndu. Þetta sama orkan, þetta sama hugmyndin, en leið hugmyndin var komin fram, þá var málið dautt. Einmitt. Hvernig hefur verið fyrir þig, Einar, að fylgjast með unglingnum Íslandi í 4 áratugi frá New York? Hvernig hefur unglingurinn spjarað sig? Það hefur verið svona ljúfsárt. Já, segðu meira. Já, mér finnst svona ég meina, sumt hefur tekið stórum og jákvæðum framförum og sumt hjakkar í sama farinu og maður bara hristir hausinn, hefði ekki lært nokkuð skapaðan hlut, sko. Eins og til dæmis, ég meina, við tökum þetta málþóf á Alþingi núna til dæmis, sko. Já. Ég meina, ég orðinn sannfærður það núna, sko, að stjórnarandstaðan stefnir á það að sprengja stjórnina, sko. Stjórnarandstaðan stefnir á það? Já. Varstu fyrst að verða sannfærður á það núna? Nei, vissulega það alltaf markmiðið. Ég að segja að þeir eru markvisst að vinna að því með þessu málþófi, sko. Já, þeir hafa ekkert gott í hyggju. Það bara eyðileggja þessa stjórn. Þeir leggja ekkert fram til þess að segja ok, við skulum finna málefnin, við skulum vinna saman, við skulum vera ein hamingjusöm fjölskylda og allir koma vel út úr þessu, þá allir fá ekki allt sem þeir vilja, sko. Þetta eru við 2 sammála. Já, takk. Já, það bara þannig. En sko, unglingurinn það erfitt að vera hluti hans og við sem erum hérna frá morgun til kvölds 365 á ári, ef undan eru skildar nokkrar utanlandsverðir, við erum náttúrulega, við erum samdauna og við erum súrruð saman við alla klikkunina, sko, og missum dómgreind og það stundu sagt að hérna, þú þurfir að búa utan Íslands til þess að geta svona séð okkur í einhverju rökréttu ljósi. Hvað betra svona í okkar menningu og samfélagi en þegar þú fórst út fyrir 40 árum og hvað raunverulega að vera svona undanskilið framist að minnihlutans á Alþingi núna? Já, ég held ég verð að segja bara persónulegri reynslu, sko. Ég var sjálfur að stíga upp úr veikindum, lenti í nýrnavesinni og ég tel þó að ég lá á spítala síðast þegar ég var 6 ára en heilbrigðisþjónustan hérna alveg svakalega fín, sko. Hún fín? Finnst mér. Já, þegar maður alvarlega veikur. Já, allavega. Ég meina, ef þau vantar plástur á puttan, ég veit ekki hvað gerist þá, sko. Þá býður þú í 3 sólarhringa. Já, eða fyrir til að kaupa plástur, sko. Þannig að ég get nefnt það sem gott dæmi. Ég held að mér finnst eins og Ísland á alþjóðavísu sé svona meiri spilari heldur en það var í gamla daga. Það fá að vera meira með og það sé meira að teki mark á því og skipti máli út af því að náttúrulega nýjir hagsmunir koma upp sem gerir það verkum, já, við
we have to play nice with Iceland, sko. Opnun Norður-Atlantshafsins og hérna sæstrengir og kapataferðir og allt þetta dótar í, sko, þannig að já. En einhver umræða Ísland? Í Bandaríkjunum? Já, erum við eitthvað? Í New York? Já, umræðan Ísland bara túrismi, sko. Það bara, þetta svo guðfallegt land, ég hef heyrt svo mikið en ég verð að fara eða ég þekki einhvern sem fór eða ég nýkominn, þannig að það gengur allt út á bara náttúrufegurð og ferðalög, sko. Ég get sagt í það þegar ég var hérna 12 ára strákur, systir mín vann á Kennedy hjá loftleiðum sálugu og þannig að ég fekk að dvelja hjá henni í löngum stundum og þegar fólk spurði hvaðan ég væri, því að ég var náttúrulega með góðan íslenskan hreim á þeim tíma og ég sagði, ég er frá Íslandi og þessu, já, keyrirðu fyrir það? Þannig að bara, nei. En nú þegar þú ert komin aftur heim, hvernig ætlar það svona að hegða þér? Hvernig ætlar það að beita þér? Mér skildist á þér áðan að það gerir ekki neitt, væri ekki boðið og það væri ávísun á kreppu. Verður þú maður mótmæla? Verður þú aktivisti? Ég ætla að vera eins mikil aktivisti og heilsan gefið mér leyfi til, sko. Ég hef fulla hyggju á því að halda fram í leiklistinni. Já. Ég tek líka upp myndir, sem sagt, ég tek stuttmyndir og klipp og lími, ég tek ljósmyndir og tek upp hljóð og ég meina, ég er svona klassískt barn tímans í því að maður gerir allt. Já. Já, kannski ekki svakalega vel, nei, en maður gerir allt, sko. Þannig að ég hef ekkert eftir að setjast í helgan stein, en náttúrulega þá var alveg skvætt bara að leggjast út og snúa tánum upp, sko. Já, og samstöðin heldur í fram í ritstjórnarstefnu að hún sé róttækur fjölmiðill. Myndið þú líta á sjálfa þessum róttækan mann? Ég er ekki róttækur, nei. Ég er jafnaðarmaður. Já. Innst inni í hjarta. Já. Alltaf verið það. Þetta veit enginn. Jú, nokkrir fáir vinur. Ég skal bara eiga þetta með ykkur af því að mér er anskotað saman núna. Ég var í gamla daga framkvæmdastjóri SÚRS. Nú varstu það? Þegar ég vissi ekki betur. En gekkst á trúnni? Já, ég bara hélt þetta væri eitthvað skemmtilegt pólitík og fleira og mér var boðið þetta og ég hugsaði með mér að þetta er ein leið til þess að læra eitthvað og ég var ekki endilega sannfærður, sko, sjálfstæðismaður. Ég meina það voru, þetta í tíð Gunnar Thoroddsen, Geirs Hallgrímssonar. Þannig að eitt skipti, ég meina, fólk ábyggir heldur ég létt geggjaður fyrir að hafa gert þetta einhverjum alþingiskosningum að þá bauð Vilmundur Gylfason sig fram fyrir Alþýðuflokkinn Sáluga sem að væri í raun og veru minn flokkur, af og amma væri þeim flokki, ég meina, ekki af og amma, pappa megin, þau voru harlín, ég meina, afi var í íslenskum aðalverkstökum og allt það, sko, ég meina, hann byggði þjóðleikhúsið, hann byggði háskólan og þetta allt saman, sko. Ég skil. En hvert var ég að fara með þetta? Já, það voru kosningar og það er náttúrulega manna kosningarsímana, smala og svo kemur að því að það er matur og ég fyrir út að kjósa og ég kaus suma. Já. Skammast mér ekkert fyrir það vegna þess að þeir unnu og stofnuðu svakalega góða ríkisstjórn sem að varði í hvað 1 eða 2 kjörtímabil. Ég man ekki hvað svo lengi, sko. Og þannig að ef það svarar spurningunni. Já. En ég er ekki, róttækur. Ég er ekki einn af þessu sem að ég vil vinna saman. Ég vil sjá framfarir. Ég vil sjá framfarir þar sem að allir geta verið sáttir. Það þarf ekki að traðka á neinum og maður har kannski að vera dálítið kínískur og segja að traðka á eins fáum og maður þarf. Já. En jafnaðarmaður. Já. Þróast svona aðeins frá hægrinu yfir á Já, ég meina, ég var aldrei hægri maður, sko. Nei.
Þetta var bara eitthvað nánast unglingabóla sko. Já. Ég var rétt yfir 23 ára eitthvað svoleiðis sko. En svo heyrir maður líka ofta að sko sjálfstæðisflokkurinn fyrir 45-50 árum hafi verið allt annað flokkurinn í dag og hérna. Hann var það, og Gunnar Thoroddsen, þú manst nú hvað hann gerði, hann hérna tók völdin á Geir. Ég sem hérna sem framkvæmdastjóri SÚRS var ritstjóri stefnis málgags SÚRS. Ég skrifaði ritstjórnargrein sem var síðan hérna síteruð í tímanum sem þá var hérna, sérðu það hvað fjölmiðlunum fækkar sko. Jú. Ég byrjaði minn blaðamannaferil sjálfur á tímanum. All right. Já. Ég var á Helgapóstinum í gamla daga og Vísi sko. Já, skemmtilegt. Þannig að hérna fyrirsögnin var að því að Geir vildi ekki kljást við vandan í flokknum og taka vandamálunum. Fyrirsögnin var að vera týndur. Og það hljóp slíkt land fyrir hjartað á þessum sanntrúuðu sko. Að jafnvel Hannes Hólmsteinn Gissurarson gerði sér far allan ganginn í Valhöll inn á minn kontór til þess að skamma mig. Já. Og ég sagði, sko Hannes minn, þetta ekki frjálst land þar sem að fólk má hafa frjálsar skoðanir sko. Einmitt. Sem minnum á aðra Hannes að sögum, við skulum sleppa fyrir. Ertu viss? Já, þú vilt heyra hana. Ég vil endilega heyra hana. Þú ert á smá flugi núna, áfram. Í fundarsalnum í Valhöll var eftirmiddagskaffi oftast og það voru stundum kannski kaka með eitthvað svoleiðis og fólk samnaðist þarna saman og fór yfir gjörðir dagsins og svona, spjallaði bara eins og fólk gerir. Og eitt skipti kem ég inn og þá situr Hannes þar í einum stólana og að lesa með mokkan opinn og að lesa nánast heilsíðu grein eftir Jón Ormar. Já. Þið munið eftir honum. Já. Stjórnmálafræði. Já. Og aðstofamaður Gunnars þegar hann var síðan forsætisráðherra. Og Hannes hefur orðið að Morgunblaðið skuli hleypa þessum manni á síður sínar sko. Já. Það er nú rétt lýst. Og ég hafði Hannes, menn, er þetta ekki frjálst land með þess að fólk getur hægt frjálsa skoðanir? Get ekki allir viðra á skoðanir sína? Er það ekki partur af frjálsíkjunni? Ég hérna man eftir því þegar ég var í menntaskólanum á Akureyri aðeins á undan þér Tökki. Eða varst þú í fyrsta bekk þegar ég var á síðasta ári? Gæti verið. Já, gæti verið. Hvernig útskrifaðastu? 88. Já, þá hefur það verið þannig. Ég er í fjórða bekk og út í fyrsta bekk. En ég man sem sagt eftir því þegar Hannes Hólmsteinn SUS á Akureyri eða einhver svona hópar nýfrjálshyggju sjálfstæðis krakkar sko, að Hannes er bara bókaður reglulega norður á þá vetur sem ég er í menntaskólanum á Akureyri til að flytja fagnaðarerindið. Og það var í rauninni bara einn sko leiðtogi, pólitískur leiðtogi sem að hægri sinnaðir skólafélaga mínir í menntaskólanum vitnuðu í og það var Hannes Hólmsteinn. Og eitt af þessum var mikið vitnað til það var frelsi til að fara til helvítis. Nei! Jú, og það var mjög mikið talað um það að dóp, allt dóp ætti að vera leyfilegt á Akureyri, á heimavistinni og allstaðar hjá öllum sem höfðu aldur vegna þess að við ættum öll að hafa frelsi til að fara til helvítis hvenær sem okkur sigtist. Þau flytið til Ameríku? Já, flyttum bara til Ameríku. Já, ég man eftir kappræðum sem að pólitísku félögin í menntaskólanum sennilega þá eftir að þú varst farin emdu til og það átti að vera sem sagt bara svona einhvern veginn, það var svolítið eins og þetta einhvern veginn að útkljóða þetta í eitt skipti fyrir all hægri eða vinstri, félagshyggja, frjálshyggja. Akkurat. Og það var Hannes Hólmsteinn var sem sagt í bláa horninu. Já. Og hver var í rauða horninu? Veit ekki. Már Jónsson. Já. Sem var síðan seðlabankastjóri. Það var nú það var champion vinstrisins. Akkurat. Var það vegna þess að hann var vinstri eða það var mjög erfitt að átta sig á því. Ég veit ekki hvað var að gerast þarna en þarna var vinstrið eins og er stundum þá einhvern veginn vinstrið fær auðveldlegar á sig
róttækni og svona ómarktækni stimpil. Þarna var bara kassavannur maður sem var hægt að láta tala við Hannes Hólmstein og þetta var náttúrulega bara hræðilega vesaldalegt sko. Mér finnst alltaf að því við vorum að tala róttækni sko, þá fór ég að hugsa sko, gamalt viðtal við Stein Steinar og hann var spurður í þessu viðtali hvort hann væri kommunisti og hann sagði nei, ég kannast nú eiginlega ekkert við það nema að svo miklu leyti sem kommunismi það sama og heilbrigð skynsemi. Frábært svar. Það er frábært svar sko, að bara að og það svona fylgdi sögunni að bara margt grundvöllur kommunismans væri það. Já, einmitt. Það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur, herramenn. Lýst ykkur eitthvað á uppátæki samstöðarinnar að við reynum að vaka hér í 30-40 klukkutíma og puða út einhvers konar dagskrá eins og ykkur núna í þessum töluðu orðum. Ég bara reikin á ykkur. Þetta safna peningum, þetta gengur allt út á að safna peningum. Þannig að ég bara gef ykkur hrós. Takk að þið fyrir það. Og þú kannski bara að kaupa áskrift á okkur þegar nú er fluttu til landsins. Gæti bara leitt til þess anskotin hafi það sko. Já. Hvernig umræðan samstöðuna út í bæ, Tóki? Mér finnst ég heyra sérkennilega lítið hana nema bara jákvæðar tóna. Mér finnst einhvern veginn eins og það sé auðveldast fyrir þá sem hafa eitthvað við hann aðtúa að leiðana bara hjá sér sko. Einmitt. En stundum erum við nú ekki þannig við Íslendingar að okkur finnst það neitt auðvelt að leiða það hjá okkur sem fyrir töðunar á okkur. Þú ert náttúrulega með 2 auglýsingamenn sko. Já, akkurat. En það hafið þið talað í slagorðum og meitluðum málskreinu? Nei, ég á við að kannski þurfum við að auglýsa. Já, ég held að þetta sé mjög góð punktur hjá þér og mér sýnist að við séum að byrja að velta þeim málum fyrir okkur núna. En þetta nú bara þannig, strákar mínir, að þegar allir eru 7 daga í viku að reyna að búa til dagskrá, þá aldrei pláss fyrir þennan aukamanns til þess að reyna að afla þó þeirra lífsbjarga sem að kannski skipta meira máli heldur en allt puðið sem að búa til dagskrá. Þannig að stundu getur þetta orðið þannig. En viljið þið segja eitthvað skemmtilegt að lokum við fólk, Íslendinga, heiminn eða bara sjálfa ykkur í lokin? Já. Þegar þú sagði mér að umræðaefni er alltaf að fara til helvítis eða heimurinn að farast, ég tók það þannig að við verðum að fara að tala heimsendi og að því að mér langaði að tala svo mikið Shakespeare, þá fór ég að hugsa hvað sagði Shakespeare heimsendi og það bara mjög lítið. Hann náttúrulega svo með nefið svo ofan í mannlífinu að það aldrei pláss fyrir kosmískar spurningar og hann náttúrulega ekki mikið svona hvorki mjög heimspekilegur né mjög svona trúarlegur en svo mundi ég eftir einum kafla sem að eiginlega heimsendi og hann kemur svolítið óvæntri átt, hann er í Draumi á Jónsmessunótt sem svona ég segi stundum með besta leikrit sem skrifað hefur verið sem endar vel og þar eru álfakóngur og álfadrottning sem eru ekki sátt og þau eru klárlega svona einhvers konar svona náttúru afl og frjósemisafl og þau eru lent í forræðisdeilu og þau talast ekki við og sofast ekki hjá og það búið að hafa þær afleiðingar og því lýsir álfadrottningin í langri og mjög glæsilegri einræðu að þetta hefur haft þær afleiðingar að árstíðirnar eru komnar í óreiðu að náttúran bara komin í tómt rugl það bara haglél og það rigningar þegar eigi að vera þurrkar og þurrkar þegar eigi að vera rigningar og ef þetta heldur svona áfram þá mun bara allt fara til helvítis og í miðri ræðunni kemur smá þögn og álfadrottningin segir menn sakna vetrar og þessi ræða í rauninni bara, hún segir okkur það að ef við hættum að elska þá fer allt til helvítis
Það vantar sannarlega meiri ást í þennan heim. Þetta var góða punktur. Já, mjög góða punktur. Ég ætla að fara út með þennan punkt og reyna að að iðka hann enn betur. Langar þig að segja eitthvað að lokum, Einar? Já, það bara eitthvað stjórnarlega gott að ég veit að hlutir líta illa út og allt virðist vera á leiðinni til helvítis en Íslendingar og vera heimurinn allur má ekki láta dega sig. Nei. Eða eins og maður segir á slæmri íslensku this too shall pass. Akkurat, mjög gott. Kæra þakki fyrir komuna og ég bið ykkur að afsaka það ef fókusinn á spurningunum hjá mér var svona misgóður, ég að vera svolítið þreyttur. En ég held samt að ég sé að fara í enn eitt viðtalið núna leið og þið farið við hana Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Já, hún heldur þér á teinunum, þetta verður allt í leið. Hún mun halda mér á teinunum. En kærar þakkir, þið báðir, mér takk fyrir að bjóða okkur sagt að minnast þess að þetta líka útvarp, þannig ég ætla að afkynna ykkur Einar Gunnar Einarsson og Þorgeir Tryggvason, kærar þakkir fyrir þetta spjall. Takk. Og þið, kæru hlustendur, það vantar mikið á það að þið losnið við okkur. Þetta er rétt að byrja. Ætli við fáum ekki kannski einhvern samtalsbút af því efni sem við höfum verið að gera síðustu daga á meðal almennings út í bæ. Við höfum verið að rappa við fólk á förnum vegi stöðu fjölmiðlunar og heiminn, meðal annars hvort hann að fara til helvítis í upplýsingarlegu tilliti. Ekki fara langt eftir andartak höldum við áfram hér á skráni. Hvað heitir maður? Ágúst Sverrir. Fylgist þú mikið með fjölmiðlum, Ágúst? Svona eins og hægt er. Hvaða fjölmiðla ertu að nýta þér? Aðalega Vísi og MBL. Þekkir þú Samstöðina? Nei, get ekki sagt það. Nei. Horfirðu mikið á podcast? Lítið. Hverju leitur það eftir þegar þú fylgist með fjölmiðlum? Er það aðalega fréttir? Já, aðalega fréttir. Hefur þið eitthvað fylgst með þeirri þróun sem hefur orðið á fjölmiðlamarkaði hér á Íslandi síðustu ár? Nei, frekar lítið. Þú ert kannski meðvitaður að nú bara eitt dagblað sem kemur út í stað 2 á meðan fréttablaðið var og áður voru þið miklu fleiri og svo hafa sjónvarpsstöðvar verið að falla úr leik. Er þetta eitthvað svona sem er ástæða til að hafa áhyggjur af að þínum mati? Já, ég held að ef það er of fáir þá kannski verður minni fjölbreytni. Samkeppnin skiptir máli. 100%. Þekkirðu hugtök eins og rannsóknarblaðamennska? Já. Fyrir rannsóknarblaðamennsku og fyrir þjónustu eins og þá sem við á Samstöðin erum að veita, þarf einhver að borga? Ert þú tilbúin til að greiða fyrir fréttir og þessar dýrustu afurðir fjölmiðla sem eru vönduð þjóðmálaumræða og rannsóknarblaðamennsku? Ég held að myndi bara fara eftir hvað væri þá í raun og í boði? Hvort ég myndi vilja borga fyrir það eða ekki? Í gamla daga þá voru áskrifendur að dagblöðunum og þeir voru tilbúnir að borga fyrir ákveðna þjónustu en svo hér höfum við vanist í að þú getur farið inn á mbl.is, vísi.is og rú.is og þú borgar aldrei neitt. Það er kannski bæði gott og vont. Ég held að sé góð þróun fyrir flest alla en það hafa ekki allir kannski möguleika á því að geta borgað fyrir það. En það verður kannski allt í lagi að hafa möguleika á því. Fylgist þið eitthvað með erlendu fréttamiðlum því að þar er mjög dæmigert að þú borgir nokkra dollara eða eurur fyrir að fylgjast með frétt? Nei, skoða ekki neitt. En myndir þú svona segja heilt yfir þá pælirðu mikið í íslenskum fjölmiðlum eða fréttum eða hvernig þetta stendur? Já, ég hef alveg slatta tíma að fylgjast með íslenskum fjölmiðlum, já. Ef þú vissir að fyrir 2750 krónur gætur þú fengið 35-40 klukkutíma í viku af gæða efni hjá Samstöðinni, myndir þú hugleiða það að gerast áskrifandi? Myndi allan að skoða það. Kæra þakki fyrir spjallið. Takk sem leys. Tryggjum sjálfstæði Samstöðvarinnar, maraþon málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði Samstöðvarinnar.